Jæja naut, ég ætla að gera spá fyrir ykkur hver að koma í ástinni eða hver að hvað í gangi. Svona, gera ykkur stutt að spá fyrir ykkur. Og ég ætla að byrja að fá engla, nei, ég ætla að byrja að kasta þessi tennum og fá englanúmer fyrir ykkur. Þið googlið það bara og svona angel meaning. Sjá hvað kemur upp, það er ykkur skilaboð hérna til ykkar. Og já, skulum bara fá hvað hérna, þið fáið 2, 1, 4. Gæti ykkur afmæli 5. febrúar, eitthvað samt 5. febrúar eða 4. mars eða þá 3. apríl, eitthvað svona, er eitthvað tengt þessu sem ég var að telja upp. Gæti líka eitthvað verið 25, 42 eða 41, eitthvað með þetta kringu hjá okkur. En já, mér finnst þess að sé, já, einhverjum gæti verið nýtt samband hjá einhverjum líka, eða, já. Já, ég allan að fekk það allan að. En mér finnst þess að það er hérna eitthvað tvennt. Það er eitthvað svona hjá okkur sem er svona tilbúin að taka ákvörðun og taka action og gæti verið eitthvað svona gjöf eða eitthvað svona sem að eitthvað vill gefa þér eða eitthvað. Já, þið er náttúrulega hvað, já þetta er til ámyggju með daginn ykkar sem átti afmæli. Það er akkurat núna sko, kannski er afmælisgjöf. Svo kemur hérna only time will tell. Já, það er svona eins og það sé allt svona eitthvað óræði og eitthvað svolítið sko. En það er eitthvað hérna kringum með okkur sem og mér finnst þess að þessi bæði hafa rosalega svona djúpa tilfinningar til hvers annars. Þetta er svona, já, þetta er svona, já, svona eitthvað svona sem þetta er djúpt eitthvað. En ég ætla að fá eitt hérna fyrir ykkur naut. Það vildi bara koma hérna. Skulum bara taka þetta. Já, ég var akkurat að horfa á þetta. Look deep within your heart and you will feel my love for you as deep as the ocean. Svo var að segja þetta, það er svona djúpar tilfinningar. Og mér finnst eins og þetta sé svona bæði, eða þá þessi manneskja sem er í kringum hjá okkur. Gæti verið að sé svolítið svona bara í hausnum á okkur svona, já, það er svona eitt og svolítið og það er eitthvað svona, þú veist, það er hugsanleika sem er að svolítið svona að stoppa ykkur svolítið eitthvað. Með að taka ykkur ákvörðun, kannski. Það fá hérna meira fyrir ykkur. Það eru komið ástinum fyrir nautið. George Michael. Always wake them up before you go. Pay no heed to careless whispers. Family are your band members. Já, hverjum getur þetta verið að þessi er bara í sambandi. Þetta er bara svona eins og fjölskylda eða eitthvað svolítið sko. Þessi hérna móthjól líka. Kannski einhver keyrir móthjól eða eitthvað svolítið sko. George Michael var náttúrulega gay. Nei, það er kannski eitthvað
Gæti verið eitthvað hérna, að það er eitthvað svona svoleiðis samband. En já, en það er hérna mútual og þetta getur verið það sem eru komin, ef þetta er svona nýtt, þá er það svona verið fram og tilbaka og það er svona góð tengsli á milli ykkar og eitthvað slíkt sko og always wake them up before you go. Já, það getur verið svona eitthvað samt við kæruleysi eða svona, og svoleiðis en það er eins og þessi manneskja vill svona eitthvað meira og eitthvað samt eða kannski, að vera að vekja einhvern upp eða eitthvað, kannski, já. George Michael líka, lögin eru svolítið svona, já, svona væmin, eitthvað samt kannski væmin lög, kannski er það að hlusta svoleiðis, eða þess að manneskja mikið að hlusta svoleiðis. Og þessi manneskja alveg setur þig alveg í fyrsta sæti og þú vilt að skilurðu að það sé tekið eftir og það sé svona, já. Gæti verið að þessi manneskja sé í einhver svona stöðu, hærri stöðu, kannski, já, einhverjum getur verið eitthvað samt peninga eða eitthvað. Og líka skilja bara að þið þurfa að taka svona action. Kannski hefur ekki verið mikið action og ekkert í gangi. En við skulum fá meira fyrir ykkur, naut. Það er komið ástinni og nautinu. Hvað er það sem að vita hvað er komið ástinni eða hver er kominn, hver og hvað, eitthvað. Hvað er nautið? Gæti verið þessi í einhverju svona break eða svona frágrámanskilin í skilin eða eitthvað. Það er allan eitthvað ekki alveg gengið upp eins og það vilja sko. Gæti verið svolítið, það hefur verið svolítið svona eitthvað samt við stjórnum að sé bara svona my way og highway eða eitthvað. Gæti verið eitthvað fleiri sko. Gæti verið eitthvað 45 ára, 49, 54. Hvað sambandi við, já, gæti verið líka meia hérna. Hvað er að koma inn? Nautinu. Mér finnst það eins og að þetta sé svona að þetta sé eitthvað sem ég þekki og þetta er svona lofin heit eins og virkar eins og lofin heit, aðra stundin er svona ást og svo svona og svo kannski þetta er svona mannskipti, ég veit ekki en það er svona eitthvað svona struggle það er svona, úrst ekki svona ekki, hlutin hafa ekki alveg farið eins og þú hefur viljað sko. Gæti verið eitthvað svoleiðis sko. En þetta er eitthvað, mér finnst svona tenging þegar ég kannski eitthvað samt við barn, það gæti verið eitthvað eigi barnina,
eða eitthvað sandi við fjölskyldu og svona. Og þetta koma Eight of Swords eins og ég sagði áðan. Já, það eitthvað sandi við já, kannski með að vilja ekki sleppa tökunum á okkur. Gæti verið þessi manneskja sem svolítið ekki alveg að sleppa tökunum á þér kannski, gæti alveg verið eitthvað. Fáum eitthvað meira hérna. Það eitthvað sandi við auglýsingablöð, það getur verið svona social media, það getur verið eitthvað það kynnist eitthvað þessum alveg single, svona að kynna svona gegnum svona media. Það náttúrulega eins og flest svona samskipti eru í dag. Gæti verið þessi manneskja þurfa að klæða sig í svona einkennisbúning eða eitthvað fleiri sko. Gengur kannski með gleraugu, sólgleraugu eða eitthvað tengt í. Eitthvað sem tengist líka gólfi. Já. Sko, Jacqueline Kennedy Onassis, hún var sko kona forsetans sko. Þetta er svona eins og hátt embætti líka sko. Eitthvað saman til það. Það gæti verið eitthvað, já, kannski finnst, já, það er eitthvað svona, já. Þetta takk ég bara eins og það. Já, þetta gæti verið tvenns konar, það er svona eitthvað í gangi. Gæti verið fyrir að velja milli hrútljón og bóðumann eða þá krabbi, sportdrykki, fiskur hérna. Svona eitthvað þannig. Og það er svona eins og þessar manneskjur er alveg tvennt ólíkt sko. Ég skulle fá meira hérna fyrir hvað er komið. 12:38. Hvað er hérna meira? Hvað er að koma hjá nautinu? Two of Swords. Það er eitthvað sem er svona, er í kringum eitthvað sem er svona á krossgötum. Þú segir það. Það er hvorki verið að gefa eða taka eða það er svona eitthvað slús í gangi. Gæti verið sko The King of Swords. Já, gæti verið þessi manneskja kannski fengi nóg okkur eða eitthvað, eða þá rosalega í egónu sínu eða eitthvað, kannski mikið búið að ganga á eða eitthvað. Það er hérna tvíburi og vaspiri. Það verður bara vaspiri. Það er hinn með fiskur, Ace of Pentacles. Þessi manneskja sem vill koma inn í ykkar líf eða er að koma inn í ykkar líf, það getur verið að þið séu annarkvort sko hrædd að það sé ekki eftir að ganga upp eða að þú viljir ekkert með sig hafa, getur verið, eða þá öfugt. Það er eitthvað svona stress á kvíði hvort að þetta sé eftir að ganga upp sko. Þessi manneskja eftir að koma inn, það er eitthvað svona samt fréttir og gjöf. Já, það er eins og það er svona yfirstíða eitthvað. Getur verið ykkur ljónsmerki líka hérna. Six of Wands, eitthvað samt í júní. Já, það er eitthvað sem kemur inn kannski í júní, svona, já, það er rætt.
það er eitthvað sem kemur inn að mér finnst eins og aftur og þetta gæti líka verið bara alveg ný ást sem í júní og eða eitthvað svona nýtt tækifæri eða eitthvað sem vill koma inn aftur og hvað það eins og þetta að taka upp svona einhver ákvörðun eitthvað varandi það og þetta var það heimili og eitthvað svona og það hérna krabbi, fiskur og sportryggi. Hvað er komin, já. Kannski láta þetta bara duga fyrir ykkur. Naut. Bye.